Ef við ekki að byrja á því að slá tóninn áður en ég byrja að tala meira. Alltaf jafn heillandi. Þema dagsins hjá mig núna er allsnægtir. Allsnægtir. Og nýlega var ég stödd í Perú þar sem ég fékk mikla áminningu það hvað við búum við miklar allsnægtir, svona mannkynið yfir höfuð, ef við bara kynnum kannski að nýta okkur það betur. Og í Perú að þá fékk ég þessa fallegu peysu sem ég keypti af konu á markaði. Hún sagði mér náttúrulega að þetta væri 100% lama ull. Ég efast að það sé rétt. Ég held að hún sé svona blöndu svolítið akríl, en so what, hún mjög falleg. Og klæðir mér einstaklega vel, segir fólk. En það sem ég lærði í Perú svona öðru framar var að hvað við búum við miklar allsnægtir. Ég gekk þar með hóp fólks Íslendinga fyrir utan gætin okkar sem var frá Perú og kallaði Vashi, mjög skemmtilegur og lifandi náungi. Við gengum þarna upp í alveg 4000 metra hæð, af vísu gengum ekki upp alla leið, við vorum með rútu sem betur fer. Við lentum í ýmsum ævintýrum. Þessi gæt, hann Vashi, hann kallaði okkur alltaf, og það var svo gott að heyra það, hann kallaði okkur alltaf Pachamamas children, sem þýðir börn móður jarðar eða móður náttúru. Og hann endurtók þetta oft á dag í 2 vikur. Hann kallaði maður svona, þetta sökk inn í mann. Já, ég er í alvörunni barn jarðarinnar, ég er barn Guðs og ég er barn jarðarinnar. Það kemur efnið sem ég þarf. Efnið í mig, sem sagt, efnið, ég er úr steinefnum, ég er úr alls konar efnum, já. Og sem er sama efnið og er í raun og veru í trénu, í vatninu, í öllu. Og ég ætla ekki að fara út í efnafræðina núna, en þið getið kannað þetta sjálf, ef þið trúið mér ekki. Við erum öll úr sömu frumefnunum. Merkilegt nokk. Og þess vegna er allt lifandi, það er allt lifandi. Allt sem móðir náttúra gefur frá sér er lifandi. Það er á hreyfingu, það breytist í tímanna rás, þó það gerist misrætt, ég meina við breytumst mjög fljótt með að við steina til dæmis, en þeir breytast samt, af því þeir eru lifandi. Og þarna út í Perú, að þá sýndi hann Vashi okkur undur náttúruna, meðal annars þegar hann í eitt skipti tók bara svona jurtir sem voru fram að tærnar á okkur, sett hann í lóana á einum á okkur og hátt að nutta, mylja þetta svolítið, bara smá tíma, kannski 30 sekúndur, svo held hann vatni á og úr var freyðandi sápa án allra aukaefna. Það er ekki að fara að kaupa þetta í stórmarkaði, nei, þetta var bara Náttúran gefur okkur sápu frítt. Síðan á öðrum degi að þá tók hann svona stórt kaktusblað, beitaði enda svona, voða hart, og dró svo út í svona nál með þræði, það var alveg magnað. Sagði, þessi þráður, hann er svo sterkur að þið geti gert við fötin ykkar, sauma hvað sem er úr þessu. Og maður bara sá það. Í annar stað að tók hann örlítinn þráð, valla sýnilegan, hann var svo þunnur, hann var eiginlega bara svona eins og fínasti tvinni, svona stuttur, lét hvert og eitt okkar fá svona þráð og hann stóð svona upp og síðan byrjaði hann að snúast og hreyfa sig eins og bara ormur og endaði í spíral. Þetta var magnað að horfa á þetta. Og hann segir, allt er orka, allt er lifandi orka. Og maður sá það. Maður hefur lesið þetta, maður trúir svo svona, en þarna fekk ég að upplifa þetta. Að allsnægtir eru allt kring, en okkur er voða lítið kennt þetta og sagt þetta. Það er gott ef börnum í skóla væri kennt þetta. Til dæmis að borða fífla er bara frábært. Þú hefur svo margt í bakgarðinum hjá þér, út á túni, sem er bara rosalega hollt fyrir þig. Þarft ekki að fara að kaupa vítamín út í apóteki, sem er framleitt í verksmiðjum með alls konar aukaefnum. Farðu bara bít í fífil og borðaði stönguleg líka. Þetta er heldur ekki slæmt á bragðið. Ég geri meira af þessu núna. Og ég finn til þakklætis fyrir gjöfuleik móður náttúru
og fá að vera hluti af henni og þegar maður áttar sig betur á þessu, hvað hún er rausnarleg og gefur algjörlega skilyrðislaust. Það skiptir hana engu máli hvort að ég hef eitthvað staðið með vel eða ill í lífinu eða einhverju dómar á sjálfur mér eða whatever. Hún gefur skilyrðislaust. Vatn, loft, efni í húsin okkar, matinn okkar, fötin mín, púðana, gleraugun sem ég þarf að nota, bókina mína sem ég skrifaði hérna, smælurbókina, pappírinn kemur úr trjánum. Hvað gerðum við án hennar? En kunnum við að þakka fyrir? Við gleymum því stundum. Þannig að það er voða gott að gera líka eins og hann hérna Vatsi kendi okkur hann úti í Perú. Alltaf þegar hann drekkur eitthvað, einhvern vökva, þá byrjar hann alltaf á því að setja puttan honni og svona splats út í loftið og þakka. Hann sendir sér satt vökvan til móður náttúru. Thank you very much. Og margar þjóðir eða frumstæði þjóðflokkar oft þeir gefa svona gjafir. Ég held að hérna Búddar gerir þetta líka svolítið. Þetta er svona þakklætisvottur, þetta kemur frá hjartanu. Þakka fyrir það sem maður hefur fengið, gefa eitthvað tilbaka. Sama gerist ef við gefum fuglunum að borða. Ef við vökum blómin okkar. Við erum í þessari hringrás og af virðingu. Þetta er svo dásamlegt að vita að það séð fyrir manni. Það er virkilega séð fyrir okkur. Þakklæti til móður jarðar, þakklæti til Guðs fyrir alla sköpunina og til mín fyrir að sjá þetta og njóta. Svo endum við þetta eins og alltaf með tóni. Við kveðum ykkur í bili og minnum ykkur á að brosa til allra sem þið hittið, í speilin líka. Og jafnvel getið þið teiknað bros á, bílinn ykkar eða hvar sem þið viljið, miða aftan hjá okkur. Bara til að minna ykkur að vera í gleðinni vegna þess að það er nóg ástæða til. Þó að séu niðursveiflur í lífinu, þá fara þær yfirleitt fyrr upp ef að við kunnum að vera í þakklætinu og sjá allar gjafirnar í kringum okkur. Blessa sinni.